Þetta vídeo til þess að kenna ykkur að teikna PLC eða logo í PC Schematic. Byrjum bara á sama vanalega hérna. Vel okkur hérna A3-blað til að teikna og síðan bara teikna þetta sama vanalega. Og þegar hér er komið þá sjáum við það að kraftarásin er tilbúin, hún er alveg eins og í verkefni á undan og við ætlum að teikna næst PLC stýringu til þess að stýra þessum tveim seguliðurum að Q1 og Q2 og þá hefst það. Bætum við bara nýrri blaðsíðu, bara venjulegur blaðsíðu eins og við höfum verið með, svona. Það er þessi hér, samvanalega. Síðan getum við farið hér og sótt þennan, til dæmis, þetta er svona eining. En ég ætla að fara pílinn í aðra leið og fara hér í þetta hérna. Component Database, smellum þar. Þegar það er búið að gera svona tilbúna logotölu fyrir okkur sem við getum notað. Hér leitum við bara Searchkey, skrifum þar logo, leita, fyrir hér, þessi hér er með svona display eins og við erum með 230 volta 0BA6, við erum með 0BA8, þeir eru eiginlega alveg eins. Nýjasta vélinn heitar reyndar 0BA0 en þetta er svo sem við notum og þá dúkkar það upp hérna. Við smellum bara hér á og hendum þessu bara hérna beintina með þessa síðu. Kallum hana K1 og við þurfum að fara hérna, þið sjáu þetta cons hérna. Hér þurfum við að setja inn. Við þurfum að setja þetta inn sem við vorum búin að skipuleggja hver er hvað, að S1 er I1 og S2 er I2 og svo framvegis. Það þarf að skrifa þetta hérna inn. Hverfur þarna axarskjálulegu smelli hérna á. En hér á að vera á I1 á að vera stopp. Og þá sjáum við það, hvað gerist þetta, það sýnir ykkur það. Það gerist nú ekki mikið, við sjáum ekki neitt, en allar þessar merkingar eru inn í þessu tákni hérna. Þetta tákn heldur utan allt í forritinu. En nú ætlum ég að gera svona hérna líka. Svona. Copy. Paste. Þá eru öll heitin komin hérna við. Það er miklu skemmtilegra. Ég ætla ekki að setja meira á þessa síðu. Þetta tekur allt frekar mikið pláss, þannig ég ætla að setja næsta á næstu síðu. Það er bara önnur síða. Insert page, normal, þessi. Og núna ætla ég að setja inputin. Og ætla bara að setja öll hérna í einu. Ég get líka sett 1 og 1 í einu ef ég vil og ekkert endilega svona með blaðsíðuna. Ég ætla bara að skutla þeim öllum hérna inn. Einu. Þægilegt. Og ég ætla að gera annað. Ég ætla
ætla að bæta veitni síðu líka við búið til það. Síðan var 4. Og þar ætla ég að setja, nú sé ég ekki litla flipan hérna niðri, nú sjá hvort ég næ honum hérna upp. Það eru 2 litlu flipar þetta niðri sem eru inn og out. Hann er svona rokkið inn rétt í flipin núna, sem er out flipin hérna. Og ég ætla að henda þeim öllum hérna inn á, og þeir eru hérna uppi, bara hérna einhvers staðar. Svona. Ef þið sjáu þessa flipbækina þá eru þeir hérna niðri hérna. Svolítið er þetta að sjá það því að mér er svo lítinn skjá. Og það sem við gerum næst er bara að teikna hérna inn á þetta. Það er bara, við vissum alveg hvað að koma þarna inn á hvaða input. Við ætlum bara að teikna þetta eiginlega fyrir ykkur, þannig að þið getur bara hent eftir þessu. Það er svona frekar einfalt að fara bara þá leið í þessu tilfelli. Við sjáum að þeir eru ekki alveg hérna beint á sem við hefðum viljað hafa. 1 væri hér og 8 væri hér og svo framvegis. Aðeins að færa á til hliðar. Hérna. Það er fasinn hérna. Byrjum að tekna hann. Þegar kemur svona punktalína, þú getur bara smellt á gemulína og er þetta stað. Mjög þægilegt. Ekki hitti þessi. Það ætla að koma. Svo vorum við með S1 og það er 13 og 14. S2. S3. Og svo eru þessir ekkert notaðir, þannig ég ætla bara að eyða þeim.
ef þið eru með eitthvað inn á þarna 7-8 þá náttúrulega teknið það en ég þarf ekki að halda svona og síðan er það tengilistanúmerinn hér kemur já, ég geti nú tekið þetta þægilegri leið hér á að vera exit 12 13 14 15 18 19 20 21 kemur á næstu tekningu 22 23 ég er ekki alveg ánægður þegar það verður eitthvað í ekki allir að lenda í réttri hæð hérna hjá mér svona tekna þessu öðruvísi þetta er tengt inn í nappabóksinu svona var þessi tekning tilbúin þá er hérna þessi eftir hana getum við gert til dæmis svona byrjum ekki stærri en það verður þetta svonalega tekna bara núlið eitthvað svona allir og einn og tveir gömljósin
Ræða hvort þið kallaði H1 eða P1, það er bæði rétt. Svo kemur annað hér. Það tengja það bara eftir 3 hérna þá. Tengilistanúmer, þetta hérna ljós í hnappabóksinni, þannig að við þurfum að munum eftir þessum hérna. Exit 2.21 þarna þá, og ég ætla að merkja þennan hérna líka sem N, stór N. Og þá ætti nú allt að vera komið sem að vera á þessari teikningu. Þá bara eftir tengilistatablan, insert page, PLC list. Þessi. Update á list, bæn kemur allt hérna eins og við viljum hafa þetta. Og þá þetta verkefni að vera tilbúið, mun eftir að smetla á save hérna. Og búa til PDF til að skila kennaranum. Þá lítið það svona út. Bara frábært. Núna ætla ég að sýna ykkur hvað við bætum við svona viðbótareiningu, eins og til dæmis þarf í verkefni 7 og þið sjáu að hérna ég með búin að teikna þetta kraftaverk fyrir 2 mótora og hér logo einingin sem við kannast við frá áður. Það sem að við þurfum að gera að finna rétta hlutinn sem að svona viðbótareining eða svo kallar expansion module og ekki alveg auðfundin sko, en heitir sá sem að við erum að nota heitir DM8. Þessi hérna, DM8 230 expansion module, 230 volta relay og við smellum bara á hann þá komin hingað í notkun og það sem ég ætla þá að gera að ég get alveg haft þennan á þessu blaði en ég ætla bara að spara mér hérna eitthvað eina blaðsíðu og ég ætla að færa þennan til hingað og setja þennan þá bara hér við hliðina og við spyrjum bara hvaða K-númer laust, það K2. Ég ætla ekkert að birta þessar upplýsingar, þær ekki réttar alveg sko, en ég ætla ekki að láta það koma fram. Síðan segjum við bara OK hérna og síðan það næsta að græja inngangana og útgangana. Hér síðan með inngangunum á þennan fyrri hérna,
aðalvélina og einhvern veginn verðum við að koma þessum 4 fyrir og við sjáum það koma svo kannski bara 2-3 hérna. En að það sem við gætum gert er að tróða hérna aðeins meira á blaðið eða bara bæta við blaðsíðu sem er nú kannski skynsamlegra. Insert page, normal, og við vorum alltaf með þessa hér, svona, og ég tek þá bara hérna place all, skelli þeim hérna inn á, geta hafa bara hérna beint við 3 eða eitthvað svoleiðis, og síðan er hægt að teikna hérna inputin á, ef þau eru notuð, það er ekkert víst að þau séu í notkun sko, kannski bara þarf ekkert að setja síðu fyrir það, en flestir nota nú allavega 1 eða 2 í þessu, til dæmis verkefni 7. Næsta er outputin og við sjáum að hann eitthvað lítið pláss fyrir fleiri hér, væri hægt að tróða þeim hérna og kannski sérstaklega þeim gert ráð fyrir í upphafi, og nú ætlum ég bara að bæta við síðu hérna aftur, svona alltaf sama, sem við erum búin að tína hérna logohölni. Ég er að fara aftur tilbaka hérna, smetla á hana og kemur hún, smetla hér, er það þá place all. Þetta er vissulega pínu galli sko, þetta skulle tínast svona að maður fyrir á milli blaðsíðna, en öll þessi forrit er í einhverju þróun þá. Síðan sjáum við að það er eitthvað skrítið hérna sko, sjáum við. Þetta hlýtur þá að þurfa að vera 5 1, 2, 3, 4, 5 6 og 7. Síðan mun þessi listi, við þurfum ekki að setja nýja blaðsíðu fyrir hann mun uppfærast aftur þegar við erum bara að klára, það þarf náttúrulega að klára hérna, teikna hérna inn á alveg eins og var gert hér, og þá hérna og muna svo að velja hérna update all lists og þá uppfærist þessi listi, og það ætti að koma hérna leið sem að heitir X2, þar sem við erum búin að setja bæta við ennum tengilista í verkefnið. Þar séum við erum að tala um verkefni 7. En svona er þetta gert, sem sagt næsta, sem sagt viðbótin, þetta er K1 aðalvélin, viðbótin heitir einfaldlega K2 og þið finnið hana sem sagt hérna í Component Database. Ein viðvörun, ég lenti í því að databasein hann bara hvarf og ég þurfti að ræsa forritið aftur til þess að fá öll gögnin inn í hann aftur. Þannig að ef allt virðist vera tímt hér, jáfnvel þessi eina lína er ekki einu sinni, segjum við þá bara verkefnið og startið forritin aftur og þá kemur þetta allt saman aftur inn. Þetta ætti að duga ykkur til að halda áfram að teikna.